bara takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur í dag. Ég ætla semst að fjalla meðferð einstaklinga með ég seti innan gæsalappa taugakerfisröskun. Það svona eitt af þeim orðum sem við höfum verið að nota við fólk með þessi einkenni stærra en taugaeinkenni. Tilefnið kannski að því að við vorum með málþing síðastliðið haust heilaskaða, þá komum við í heimsókn Kristnes og vorum að fjalla þetta efni og ég var beðin að koma til ykkar og fjalla aðeins meira þetta. Frá því að vorum hjá okkur síðastliðið haust, þá erum við búin að draga saman aðeins niðurstöður rannsóknar á Reykjalundi og þannig ég get aðeins sagt ykkur frá svona hluta af því. Hvað þetta? Ef við skilgreinum þetta aðeins, þá þetta í rauninni líkamleg einkenni þar sem engin vefræn skýring finnst og fjöllum aðeins nánar kannski það að þetta í rauninni ekki eitthvað annað, heldur þeir eru farnir að greina þetta sem á grunni ákveðna klínískra einkenna, þannig að þetta svona rule-in diagnosis, ekki bara útilokunar aðferð. Það ákveðin svona jákvæð skilgreind klínísk einkenni sem hægt að finna og flokkunarkerfi hérna. En það hins vegar mikill ágreiningur ennþá hvar þetta svona á heima og það búið að vera lengi þannig og ennþá í þessari breytingu yfir í ICD-11 og þá voru taugalæknar að vonast til þess að þetta færi inn undir taugalæknisfræðina en mér sýnist það nú ekki verða með það sem maður sér á uppfærslum. En það sem bara frá 2015 þá var stór fundur taugalækna í Bandaríkjunum þar sem þeir drógu saman hópa voru svona að ræða við fannst þetta að vera hálfgerð krísa í taugalæknisfræði. Þetta væri svona stór hópur sem í rauninni væri svona hálfgerð munaðarleysingjar innan, ef má segja það, innan taugalæknisfræðinnar þar sem þessir einstaklingar tilheyrðu í rauninni ekki kannski einhverjum ákveðnum sérfræði lækningum. Og það vandinn var líka að þetta bara talsvert algengt og sjúklingarnir sjálfir treystu ekki alltaf greiningunni þannig að það dróst oft svona endanlega að finna út úr þessu og en síðan þá hafa verið mikil aukning í rannsóknum og síðastliðið árið 2017 fór ég á stóru ráðstefnu í Edinborg þar sem svona þessi gúrúar sem eru að vinna með þetta efni voru héldu stóru ráðstefnu og það voru í rauninni mjög margir sem tóku þátt þegar höfðu áður verið með ráðstefnu 2009 sem ég fór á, það voru miklu færri sem mættu en þarna voru 560 þáttakendur, mikið af taugalæknum og geðlæknum og öðru fagfólki og það voru 125 ágrip sem höfðu verið send á þessa ráðstefnu. Þeir voru mjög ánægðir með þannig fundið að þingið ráðstefnu að hvað að segja og niðurstaðan var eiginlega svolítið að svona samkomulag það að taugalæknar ættu að setja þessa greiningu. Þannig að það var svona einhvern veginn niðurstaðan hjá þeim. Það sem ég ætlaði svona aðeins það sem við erum að sjá upp á Reykjalundi og við erum í miklu samvinnu við taugadeildina á Landspítalanum en einkennum þessu fólki sem að koma til okkar eru mikið til þessi functional movement disorder eða þessi hreyfi einkenni annars vegar og hins vegar kannski þessi flogalíku einkenni, þessi köst mjög algeng göngulagstruflanir, minnisleysi, tal, stam og oft blöðrutruflanir sem hafa fylgt. Þannig að það eru svona ýmis einkenni sem við erum að sjá. Birtingarmyndin getur því verið mjög mismunandi. En svona klínískt sjónarmið, þegar þetta hefur svona verið að þróast yfir
kannski þekki þessa gamla sögu frá því að hystería, það það sem að þetta svona bakgrunns, svona fræðin á bakvið og hugmyndafræði. En í rauninni ef það verið að skoða þessi sálfræðilegu módel sem byggja á hugmyndafræðin conversion á sálrænu áfalli við líkameinkenni, þeir hafa ekki verið studd af taugalíffræðilegum eða faraldsfræðilegum rannsóknum. Hins vegar þá eru mjög skýrar svona klínískar aðferðir sem greina vel á milli líffræðilegra og stafræna taugaeinkenna sem byggist fyrst og fremst á því að dreifa aðteglinni og það í rauninni það sem margar af þessum klínísku rannsóknum svona byggja á sérstaklega svona meðferðar nálgununum. Og þið kannski þekkið líka þessi aðferð við að reyna það sem þetta byggist greiningar, merkin eru þetta ósamræmi. Þannig að mörg af þessum svona klínísku aðferðum við að leita að einkennunum eru byggðar á þessu ósamræmi sem finnst í taugafræðilegri skoðun. Og það eru til alveg listarnir yfir alls konar með eftir í hvaða einkenni eru til staðar. En svona hverjir hvaða einstaklingar eru það sem að veikjast og svona hvað vitum við Það er búið að setja upp svona módel fyrir áhættuþáttum fyrst og fremst. Það í rauninni hægt að segja að það sé eitthvað eitt, en það hefur svona verið sett upp ákveðið módel sem virðist vera svona samhangandi með þessum einstaklingum. Það eru svona einhver undangengin langvarandi veikindi, álag, eitthvað slíkt, eða einstaka áfall eða veikindi eða slys og svo eitthvað í umhverfinu, eitthvað sem að viðheldur ástandinu. Þannig að það svona nokkrir þættir, en eins og við vitum að þá eru ekkert endilega, þetta eru áhættuþættir, það engin svona orsaktengsl, ekkert sem hefur verið fundið. Rannsóknir á svona myndgreiningar hafa líka verið að skoða og kannski hvernig heilinn hagar sér í þessum einkennum og það sem er kannski fyrst og fremst að sjá, það er þessar svona tengsl við tilfinningabrautir og aukin virkni á svæðum sem í rauninni hafa ekki beina tengingu við hreyfingu. Það er náttúrulega, þeir hafa líka verið að sjá það að það er gjörólík mynd eins og ef maður horfir á heilann hjá þeim sem eru að þykjast eða leika eða eitthvað slíkt. Og eins eru þeir bara núna nýlega svona aðeins að skoða hvort að það sé hægt að nota myndgreiningu til þess að greina þetta, því það er alltaf verið að reyna að finna einhverja líffræðilega markera til þess að finna út úr þessu. En í dag þá er myndgreining er ekki notuð til þess að finna út hvort það sé þetta eða eitthvað annað. En hún er oft notuð með að því þetta er oft ungt fólk og það er svona meira til þess að svona í viðræði við sjúklingarna sjálfa til þess að því þau eru svo leitandi, treyst ekki sjálf greiningunni. En ef við skoðum aðeins bara varðandi fjöldan, þá er þetta svipað og það sem er að greinast fólki með MS-sjúkdóm, þannig að það sem setur okkur aðeins í samhengi við hvað þetta er mikill vandi og svona tíðni á, maður að horfa bara á legudeildir að þá svona talað átján og alveg upp í 30% einstaklingar sem eru þar séu í rauninni með einhvers konar starran taugaeinkenni og mörgum tilfellum ekki að fá greiningu taugasjúkdóm en eru með einhvern blæ, starfan á blæ. Og eins og við þekkjum líka þá er þetta oft líka í ofan á annan taugasjúkdóm og þá hefur okkur fundist helst ofan á MS-sjúkdóminn. Algengara hjá konum, meðalaldurinn er þessi, það sem maður er að sjá í greiningum, yngsti einstaklingurinn sem ég hef verið með 12 ára, það var leitað til mín af iðjuþjálfara sem bara vissi að ég hafði verið að vinna með fólk með svona einkenni, þannig að þetta kom svona til hliðar, strákur sem hafði verið á buglinu, en hafði í rauninni fyrst og fremst greinst í kjölfar veikinda, hafði verið með verki fyrir brjósti og svona
og það svona viðhélst var bara hélt áfram þó hann væri hættur að vera lasinn. Það voru þessi verkir sem leiddu svo út í það, hann fékk máttleysi í fæturnar og þegar hann kemur til mín og þá hann alveg kominn í hjólastól, búinn að vera í hjólastól í 2 mánuði og þannig að sú nálgun kannski sem að barna- og unglingageðdeildin hafði, það engin sjúkraþjálfari þar starfandi til dæmis, þannig að það var svona allur fókus á andlega líðan og svona reyna að nálgast að þaðan sem bara gekk ekki og þannig að þau leituðu til mín og fekk Guðrúnu Karlsdóttur lækni og Reykjavík með mér í lið. Við erum ekki vön að vera með börn, þannig ég myndi ekki vera ein í þessu. En svona 3 mánuðum síðar þá hann hlaupandi á fjöll og laus í hjólastól og slíkt. En auðvitað var þarna í þessu líka ákveðin svona félagsleg kannski vangeta og svona ýmislegt, þetta væri klár námslega strákur og svona, en þetta oft svona snúið. En þetta stór vandi og stór hluti af þessu fólki þegar það leitar sér hjálpa kannski dottin úr vinnu og það er það sem við árum. Mér langar aðeins að sýna ykkur bara svona þessa birtingamynda því að myndir segja meira en mörg orð og þetta í rauninni upptaka sem ég tók í einni tímalótu, það að segja í einum sjúkraþjálfara tíma. Þannig að ég bara hitt þessa konu í fyrir þetta sennilega kannski annað skipti sem ég hitt hana. Ég oft mjög fljót að nota vídeó bara til þess að hjálpa okkur líka til þess að sjá breytingu af því að svo oft erfitt að mæla þetta. Þannig að ég fæ fólk til þess að taka þátt í með mér að nota vídeó. Hér þetta mynd af konu. Ekki að hafa ljóðið á endilega. Þetta eru einkenni sem þessi kona hafi verið með í einhvern tíma þegar hún kemur til okkar. Hún kemur samt beint af taugadeildinni, en hún hafði fengið þar greiningu starfræn taugaeinkenni og var meðvituð þá greiningu. Sjúkraþjálfarinn á Landspítalanum hafði svona aðeins náð að vinna með henni og ég fékk upplýsingar það. Hún átti auðveldara með að hlaupa heldur en að ganga, þannig að við nýttum okkur þá. Ég svona var aðeins að skoða hana og hún hleypur þarna en salurinn náttúrulega ákveðin lengd og hún var búin að segja mig það líka að hún gæti ekki stoppa sig þegar hún væri að hlaupa af stað. Þannig að hún fellur þarna niður þegar hún að stoppa. Þetta sem sagt allt tekið í upphafi tímans og ég svona streyma mig áfram aðeins að gera kynnast henni og við erum ofta að reyna að finna leiðir, eitthvað sem vekur áhuga, eitthvað sem nógu flókið samhæfð hreyfing sem að svona rænir huganum, það það sem við erum nú yfirleitt að reyna að gera. En svo í loktímans þá erum við búin að vera í leikjum, þrautum, við sjáum einhverja brautir á gólfinu, en þá erum við búin að vera að reyna að finna einhverja leiðir sem að, eins og ég segi, sem gjörsamlega ræna athyglinni þannig. Þetta sami tími, þetta bara nokkur mínútur seinna bara. Já. Þannig að þetta svona á 40 mínútna eitthvað svoleiðis sem að við erum þarna. Þannig að þetta bara svo, eins og ég segi, vídeóið segja svo mikið, sko. Þannig að við notum þá líka gagnvart aðstandendum þegar við erum að útskýra þetta. Og til þess að geta svo tekið þráðinn þaðan og útskýrt af hverju þetta gerist. Við svo sem vitum ekki nákvæmlega hvað að gerast í heilanum, en það samt alveg á hreinu að það ef við náum að finna áhugasvið einstaklingana eða eitthvað sem að gjörsamlega svona, eins og ég segi, bara rænir huganum, þannig að ósjálfráða taugakerfið eða þessar möppur sem hafa lært ákveðnar hreyfingar, ef að þær fá frið til þess að vera framhjá því að tilfinningasvæði eða eitthvað annað sé að trufla, að þá næst þetta, en vandinn að það yfirfærslan yfir á daglega lífið, yfirfærslan yfir það að ég sé ekki þarna til staðar. Því það verður líka oft erfið svona að því að tengingin verður það mikil. Það sem hins vegar áhugavert að velta fyrir sér að því að þessir einstaklingar lýsa náttúrulega því að þetta sé ósjálfrátt, þeir ráða ekki við þetta, en þeir á sama tíma lýsa líka mjög oft, ég svo að reyna. Og það kannski það sem við líka hlustum svolítið eftir.
og fólki svo mikið að reyna að stýra hreyfingum sem okkur annars mjög eðlislegt að gera, sem þau hafa lært áður. En hvað viljastýrt og hvað ósjálfrátt eða viðbragð, og við vitum það náttúrulega mænureflex náttúrulega bara svona grunn, getum talað viðbragð og almennt talað að viljastýrðar hreyfingar má segja svona lausar við að vera skyndilegar eða að hafi innri hvata án þess að vera háðar einhverju ytri áreiti. En svo á sama tíma veltum maður fyrir sig hvað meðvitað eða ómeðvitað. En ef við spáum aðeins í varðandi viljastýrt eða ósjálfrátt, ég meina hversu, við getum hugsað annars vegar mænureflex sem svona einfalt bara viðbragð og hins vegar ef við hugsum svona athafnir, ef það einstaklingur sem að ganga og kemur að gatnamótum og það rauði kallinn og hann stoppar því að geta hrædd og hann lappar að staða yfir, samanborið við annan sem kannski bara kafi í símanum og hann ekkert að spá í hvað hann að gera og hann lappar yfir. Það meira, hvað maður segja, ósjálfrátt eða ljós áreitið eitthvað sem gerir það að önnur athöfnin meira viljastýrð eða ósjálfrátt, bara því að ljós áreitið, alveg svo reflex. Í rauninni þegar maður hugsa svona hreyfingar sem eru athafnabundnar, þá þetta náttúrulega yfirleitt blanda af einhverju sem viljastýrt og ósjálfrátt. Og eins varðandi svolítið áhugaverð rannsókn sem var gerð á einstaklingum annars vegar sem eru Parkinson og fleiri einstaklingum sem voru með þessi taugasjúkdóm, vefrænan sjúkdóm með skjálfta og einstaklingum sem voru með starfrænan skjálfta. Og þá kemur í ljós að það voru svona skjálftamælar að vökutíma að þá upplifði fólki með starfrænaeinkenni að skjálftinn væri 83,5% af vökutímanum á meðan að samkvæmt þessu úri sem mældi þá var hann 3,9%. Og það gerist líka í fólki með því það upplifir meira heldur en það en það ekki svona svakalega munur. Þannig að upplifunin á vandanum líka mjög mikil hjá þessu fólki. Og það mjög áhugavert að skoða líka athyglisrannsóknir sem sjúkrafræðingur í Edinborg hefur að gera, Glenn Nielsen, sem gera sitt doktorsverkefni með fólk með starfrænaeinkenni, að það sem hann að skoða bæði viðbrögðin í heilanum annars vegar og hins vegar hvort að þetta fólk geti, hvernig það bregðist við ef það fær auka cues fyrir því að eiga að hreyfa sig. Og þá var fyrst og fremst svona startblokk og það var svona verið að skoða hvort að þau gætu nýtt sér það að fá að vita áður en að hlaupa af stað. En fólk með starfrænaeinkenni virðist ekki geta nýtt sér það eins og heilbrigðir. Það að segja að það flýtir ekki fyrir því að þeir hlaupir hraðar eða eitthvað slíkt. Því að fókusinn fer það svo mikið inn á við. Þannig að það svona ýtir undir athyglina inn á við. Já, spyrjum þessu töflu. Já. Þessu hvort sýnir það að fólki næmara fyrir hreyfingunum eða þetta fölsk upplifun? Það eitthvað, eins og ég segi, believing is perceiving. Það þetta ósamræmi sko. En þarna var fyrst og fremst upplifun og hins vegar þessi mælistika sem við veitum svo sem ekki. Mælistikan og skekur með búið. Já. Ég ætla aðeins að varðandi þetta með athyglina. Mig langar að sýna ykkur líka dæmi einstakling sem kom til okkur 2018, byrjun árs 2018 og hann kom til mín reyndar í hjólastól og sagðist ekki geta nota fæturnar og svona smá saman af því að hann hafði fengið greininguna að vera með starfrænaeinkenni að þá leyfir maður sig svolítið svona ganga eins lengra. En leiðum maður bara byrjar á því að útskýra, fara eins í gegnum þessi starfrænaeinkenni, þá förum við mjög fljótt yfir. Þetta til dæmis bara fyrstu viku eftir hann kemur til mín. Það sem við erum svona að skoða hvernig hann mikinn áhuga á fótbolta og ég reyna að fá hann til þess að ímynda sér að hann sé með bolta eða
svona, já, finna leikinn án þess að vera með bolta, en hann var alls ekki kominn þangað þarna í byrjun, hann jafnvel lokar augunum hann svo mikið að fókusera á hvernig hann ber fótunum fyrir sig, en hann kom með boltana þá. Þannig að þetta oft mjög sérstakt, en eins og ég segi, bara svona þegar hann að útskrifast, og við fylgjum honum ekki eftir því að eins og með þetta fólk að það oft svona sveiflur í ganginum af árangrinum og yfirfærslunni og slíkt. Þessi einstaklingur veiktist í rauninni þessi starfandi einkenni kom í kjölfar greiningar á bípólar sjúkdómi og það var fyrst og fremst að þau veikindi voru meðhöndluð vel en það var ákveðið áfall að fá þá greiningu, þannig að þessi vanmáttur og truflun á taugakerfinu á einhvern hátt, starfsemi taugakerfisins. Við höfum í rauninni kannski við höfum eitthvað clinical guidelines til þess að fylgja varðandi, en það svona hefur alveg safnast upp þekking og þessi hópur fólks í Edinborg kannski svona áberandi leiðandi í svona að leggja einhverja línur meðferðina. Og þarna hefur verið sett upp consensus recommendations. Það svona það sem við höfum, svona ráðlegar nálgun með klíníska reynslu þessar gúrú sem eru búin að vinna með þetta fólk í mörg ár. Og það svolítið það sem við höfum fengið á John Stone til okkar og við höfum verið að elta svolítið svona og fylgjast með hvað þeir eru að gera. Og svo hafa verið að bætast við í Louisville og víðar í heiminum Ástralíu líka. Svona hópar sem eru svona fókusera svolítið á þetta. En aðaláherslan þetta traust og trú á bata að það skiptir máli að fólk hafi trú á því að eðlileg hreyfing geti átt sér stað. Fræðsla við notum þessa vefsíðu, ég ætla ekki að opna hana núna en ég hvet ykkur til þess að kíkja á hana. Hún er mjög hlaðin upplýsingum reyndar, hún er aðeins að vanda sem maður er að reyna að finna, en svona hægra megin svona slæða svona sem sýnir sem hægt að klikka á eftir í hvaða einkenni maður að horfa eftir. Og síðan í rauninni hugsuð líka fyrir fólki sjálft, þannig að það er hægt að nota þessa síðu þegar maður að fara í gegnum þetta fólki til þess að útskýra. Hún er mjög hjálpleg. Það vídeó þarna inni og ýmislegt. En áherslan þess að hreyfi, endurþjálfun með athyglisfrávísun, við erum ófeim, við lýsum þessu mjög opið, við erum ekkert að fela okkur, við erum ekkert eitthvað svona spæja og gæjast, við erum bara mjög opin þegar við erum að tala þetta. Stuðningur og hvatning til sjálfsmeðferðar skiptir miklu máli að virkja fjölskylduna og nánustu aðala í meðferðina, því fólk oft búið svona, er feimið við þetta og er hrætt við þetta og ýmislegt. Og meðferðin byrjar við greiningu og þess vegna skiptir svo rosalega miklu máli að þeir sem að mæta þessu fólki og eru að meta það, að það byrji strax að því að fræða. Og þess vegna fá við í rauninni upp á Reykjalandi bara, man ekki hvort það var helmingurinn af þeim sem greinast sem er vísað í rauninni áfram annað í sjúkraþjálfun eða upp á Reykjaland og stærsti hluturinn fer reyndar af þeim sem er vísað annað fer til okkar. En hinir, þeir sem að taugadeildin er að hitta í rauninni, það er fyrst og fremst í gegnum samtal. Þannig að það þarf að eiga sér stað þetta samtal og skilgreining og útskýring á hvers eðlis þetta er. Og það er oft meðferðin bara út af fyrir sig. Og það er mjög sérstakt að sjá, sér yfirleitt ekki vísindagreinar með svona birtingamynd. Þetta er mjög sérstakt. Af því það er bara, þetta eru taugalæknir hann að setja sig í stellingar að leggja fram hvernig þetta samtal skiptir miklu máli. Og eins og ég segi, ég held ég að hvergi sé vísindagrein sem er með svona smámyndum. En þeir segja líka að það tíminn viðtal er ekki, maður þarf að gefa sér klukkutíma viðtal og virkilega svona vera viss að einstaklingurinn skilji og sé tilbúin til að taka boltann svolítið þaðan. Vinna þaðan. Og þá getum við haldið áfram. En það segjum við bara Reykjalandi, við viljum helst að þetta samtal sé búið að eiga sér stað til þess að geta farið áfram. Það er ekki alltaf alveg þessi fullkomni skilningur kominn, en svona að greiningin sé til þess að geta tekið næsta skref. Þannig að ég hvet ykkur til þess að nýta það að þú séu nokkur skipti að bara eiga þetta samtal.
aðeins að sýna ykkur bara hvernig við erum að nota ólíka leiðir til þess að taka afteglina. Þetta eru svona ljós. Það er heimili bara hugmyndaflugir sem setur hvernig við getum stillt þessu upp. Við erum með franska rennás líka utan á markinu. Þannig fólk þurfa að vera svona, já, eins og það sé að verja bolta eða eitthvað slíkt. Þannig við erum í rauninni bara svona að finna leiðir til þess að vekja áhuga og geta rætt huganum og það náttúrulega eins og með þennan strák sem ég sagði ekki frá sem að 12 ára þá þurftum að svolítið við byrjum bara mjög smátt en sundlaugin var náttúrulega strax nærtækast að vinna með hann og ég á endanum hringdi í GGS-póst og fekk lánaðan kajak til þess að reyna að vekja áhuga því hann langaði svo að komast upp í bátinn þannig á endanum gat hann spynt sér í fæturnar á mér til þess að koma því hann langaði upp í bátinn. Þá gátum að tekið það þar, svona aðeins að opna auga hans og við lýstum því fyrir honum að hann væri í rauninni vélbúnaður og hugbúnaður, hann var svona strákur sem pældi mikið, þannig að það væri í rauninni hugbúnaður sem væri, það þyrfti að uppfæra hann, það þyrfti að uppfæra appið og við notuðum það svolítið. Og svo þegar hann fór að geta aðeins að nota hækjur, fórum alveg notuðum smá hjálpartæki líka og svo kom hann til mín og sagði, ég held ég sé búin að uppfæra á. Þannig að þetta var svona leið til þess að nálgast hann. Þannig að maður þarf svolítið svona, já, að fara svona út fyrir boxið svolítið í þessum. En maður þarf að gefa fólki tækifæri til þess að hafa áhrif á meðferðina. Og ég fer stundum í einhverja leik, ég er með spilastokka sem eru með æfingum og við förum í veiðina. Og af því að það er ekki endilega þessi æfing sem skiptir máli heldur, það er svona að vekja áhuga og fólki upplifa að það hafi svolítið að segja með hvernig við gerum þetta. En engan síður þá reyni ég svona að leiða inn ég vel spjöldin svolítið að það eru flóknar samhæfðar eitthvað sem er nógu svona krefjandi fyrir hreyfimynstrin og slíkt. Þannig að það eru leikir og fjölbreytni og það voru oft ekki úthald heldur leið voru búin að vera lengi í sama leiknum að þá líka fara einkenni kannski að koma þannig að þá þurfum við að brjóta upp og gera eitthvað annað. Þannig að maður er stöðugt að svona, þetta er ekki svona einstaklingur sem ég mæti í tíman og ég er búin að gera eitthvað svona blað og ég gera þetta. Maður svolítið bara mætir og farar af stað en maður er eilífum svona dansi sem er líka bara mjög skemmtilegt og skapandi og krefjandi leið. Samskiptin, ekki dæma, hlusta og viðurkenna og samþykkja og sjá, horfa á þetta raunverulegu vandi og svona og samvinna við aðra fagaðila. Já, ekki baktal, ekki vera eitthvað að laumast eða við erum bara hrein og bein. Meðferðarreikjandi bara aðeins að segja ykkur frá við reynum að taka móti öllum beiðnum við Guðrún Karls höfum verið að hitta allt þetta fólk sem á beiðnin á Reykjalund og hitta það strax, fara gegnum aðeins hver staðan er og vera með stutta fræðslu síðan eins og við vitum það er mismunandi hvenær við getum tekið þetta fólk inn. Við reynum að fleyta því eins og við mögulega án þess að áður en við tökum það inn vegna þess í sumum tilvikum við viljum ekki sjúklingavæða heldur þannig að þetta er svona vandmeðfarið hvernig við gerum þetta en ef fólk kemur innskrifað það getur verið einu sinni í viku það heitir innskrifað samt en eða upp í það að vera 5 daga og einstaka sinnum höfum við fengið einstakling með það mikil einkenni hann verður að vera alveg á sólarhrings bara alla vikuna. En við setjum okkar niður markmiðsfund með einstaklingunum sjálfum þar sem að það skiptir máli líka að nýta svona ákveðna væntingastjórn. Þannig að við vitum að við leyfum okkur stundum að segja þetta verður komið í næstu viku. Það er við vitum það, heilinn vinnur þannig og við vitum þannig að við svona reynum aðeins að nýta það innan ákveðin svona ramma að sérstaklega fólk hefur ekki verið mjög lengi með einkennin. En tækifærin eru mikil þarna bæði í iðjuþjálfun og nýta umhverfi sem fólkið er í, verkefni sem það hefur kannski ef það dottið úr vinnu að það fái einhver verkefni sem að eins og ég segi að náttúrulega bara ræna huganum. Sálfræðimeðferðin kemur oft inn svona örlítið á eftir aðeins þegar við erum svona farin af stað í fólk er bara ekki tilbúið til þess að
það er svo hrætt við það að það sé verið að dæma það er svo mikil viðkvæmni alls staðar gagnvart því að hugurinn sé eitthvað ekki í sambandi eða í ólagi. Þannig að en klárlega það að vera komin á þann stað, vera ekki vinn út af veikindum er náttúrulega bara sálrænt ástand út af fyrir sig, þannig við reynum oft að nálgast fólk þaðan. En áfram, þetta áskoranir, þetta þessi sem að við höfum verið að fylgja dálítið lengi eftir, en þarna við settum eins og að hún hefði hækjur tíma, en þarna hún bara, getur hún sleppt hækjunum, slekkja og eins já, og það þannig, það engin vefji, engin skemmt, það náttúrulega auðvitað hreyfingarleysi getur náttúrulega það, sem bara annar handleggur, sko. En við höfum svona oft verið að reyna að finna leiðir af því hún var svona, ég meina, hún notar hjólastól í dag stundum, sko. Og nýjasta dæmið að þá hún sendi mér stundum tölvupósta og ég sé ekki í sambandi við marga þannig, en við erum svona að reyna haldinni gangandi, hún er komin í háskólanámi þetta, en hún hefur gærana sögu, anorexíu og ýmislegt bjó í Noregi, en svo koma eitthvað nýtt álag, hún kom oft einhver ný einkenni, hún hafði samband við daginn og þá náði hún ekki að halda höfðinu og því miður í staðis að tala fyrr við okkur þá var hún búin að fara því við erum náttúrulega að reyna í den inn í að nýta kerfið aðeins annars staði líka heilsugæsluna og svona, en þá hafði hún farið á heilsugæsluna og kannski einhver sem hafði þekkt ekki alveg til, en að því hún er með bandvefssjúkdóm líka sem gerir það að hún er svolítið mjúk og hypermóbíl og slíkt, að fór á heilsugæsluna með þessi einkenni að geta ekki haldið höfði og henni var vísað til Össurar og komin með spelku og svaka hálskrafa. Og og sama tíma sagði hún ekki hafa getað gengið. Og fékk þær skýringar sem að þessi bandvefs og þessi óstöðuleiki í hálsi væri sennilega orsökin fyrir starfni taugaeinkerfunum. Þetta það sem hún segir mér, auðvitað vitum við það alveg að þetta samtal, ég var ekki þar, sko. Þannig að, en þetta það sem hún tekur með sér einhvern veginn. Og síðan fær hún þennan hálskraf og ég fyrir að senda henni póst og beða henni að svona reyna að loka þennan hálskraf sem minnst og svona gefa henni ráð. Og þá sendur hún mér vídeó og sýnir, sérðu bara, hálskrafinn að virka, nú get ég bara gengið venjulega. Og svo sýndi hún mér myndband þar sem hún að ganga. Ég orðin læknuð af stafnum einkennum, það út af hálsinn. Þannig að þetta já, þetta flókið. Og síðan verður maður þá bara að vinna þaðan, ok, og hálskrafinn hjálpar þér, en það kannski ekki eitthvað sem þú vilt vera að nota alltaf, og þannig að þá reynum við að svona, þannig að þetta svona, já, snúið. Sálfræðimeðferðin, það svona mjög þétt samvinna milli sjúkraþjálfara og sálfræðings í þessari vinnu og því við reynum alltaf að vera á sama stað. Líka þannig að ég geti vísað fólkinu og sagt ræddu þetta við sálfræðinginn og við svona erum að kasta eins á milli svolítið og ef ég upplifi einhverja hluti sem eru erfiðir þá tölum við saman og þær taka það. Þannig að þetta svona mjög algengt þessi erfitt með að setja mörk í samskiptum. Ég ætla aðeins að hlaupa svolítið yfir en það þessa hugræna atferlismeðferð sem svolítið svona fókusun í mikil samvinna, óvenju þétt sálfræðimeðferð þegar hún fer af stað 2 í viku. Það almennt ekki svona út í bæ 2 í viku sálfræðitíma. Það svona, en það fyrst og fremst að því að fólk svona alltaf óvisst, alltaf svona leitandi og það til bók sem með ákveðnum verkefnum sem við höfum verið að benda sálfræðingum með að nýta líka ef þetta fólk fer í sálfræðitíma út í bæ. En að því mig langar að segja ykkur frá rannsóknum okkar. Við hófum gagnasöfnun árið 2005 þar sem við erum í rauninni bara að draga saman árangur endurhæfingar á þessu fólki sem koma til okkar.
Og við drógum saman þá sem að við erum að fylgja þeim eftir í 6 mánuði og 12 mánuði. Við tókum saman þá sem við vorum komið með núna fyrir Vísindadag Reykjavíkur í nóvember og þá voru það 16 sem vorum búin að fylgja eftir í 6 mánuði. Og þá kemur í ljós að þetta aldursdreifingin eins og oftast fleiri konur. Það fólk var búið að vera stærsti hlutinn var búin að vera með einkenni styttra en 1 ár. Kom okkur á óvart svolítið þegar við vorum að skoða þetta. Það voru í rauninni margir sem voru í, að okkur finnst alltaf þetta sé fólk sem búið að vera með einkenni lengi. Þungbær lífsreynsla, og þetta eru spurningalistar frá sálfræðingum, 75% og af þeim var held ég það bil 70% sem höfðu orðið fyrir kynferðislega ofbeldi. Þannig að við tölum ekki kynferðislega misnotkun, heldur kynferðislegt ofbeldi. Þannig að hvenær er misnotkun, er til eitthvað sem heitir notkun, kynferðisleg notkun. Þannig að við tölum ofbeldi. En og einhverju þar að ekki, það var ansi stór hluti sem var orðið fyrir einhverju svona áfalli, sem kannski herra hluti heldur en svona af því sem við sjáum svona almennt í rannsóknum. Kannski líka af því við erum að fá einstaklingar til okkar sem eru með mjög erfiðan bakgrunn og það situr svolítið þessi starfna einkenni. Þannig að örugglega önnur birtingarmynd hjá þeim sem að Landspítalinn sér og þeir klára. En lítið sjálfstraust, erfiðleika með að setja mörk, bæði sjálfum sér og öðrum. Allir óvinnufærir sem komu, sem að mér finnst náttúrulega, þið vitið, stærsta svona kannski útkomumælingin að 6 mánuði frá útskrift þá voru 6 konur í vinnu og fara ekki einn í nám. Það er auðvitað þetta sem maður vill svona geta séð að þetta fólk komist út í lífið aftur. Þetta er ungt fólk á vinnualdri. En í dag erum við líka svolítið svona, við erum að reyna að koma þessu fólki aðeins fyrr af stað, vegna þess að við erum ekkert endilega að ná að þetta fólk losni alveg alltaf við einkennin. Þannig að það fari af stað að vinna áður þó að sé ekki öll einkennin horfin. Tímalengd endurhæfingar mjög breytileg, 7-27 vikur, halvt ár jafnvel. Breytingar á sjálfstæði göngu, árangur. Það þurfi ekki að styðja sig við vegg eða göngugrind eða einhvern annan einstakling eða eitthvað. Að vera sjálfstæður, geta gengið 500 metra án þess að vera með einhvern stuðning. Við erum með alls konar breytur. Það var, ef maður horfir varðandi sjálfbjargargetuna, þá var mælt það betri eftir endurhæfinguna. Lífsgæðin almennt betri, en þetta er náttúrulega svo fáir einstaklingar sem við erum að horfa, þannig að það fór tilbaka. Manni finnst það mjög sérstakt, þrátt fyrir að svona margir að fara í vinnu. En ég held að þetta sé fyrst og fremst að því við erum svo fáa einstaklingar þarna inn í þessari tölfræði. Þannig að við erum okkur hlakka mikið til að sjá þegar við komum með þessa 12 mánaða eftirlit. Þetta finnst mér hins vegar mjög athyglisvert. Við fórum á þessari ráðstefnu þarna 2017, komum einstaklingar frá Louisville sem að í Bandaríkjunum eru þeir náttúrulega algjörlega háð því að hvað tryggingarnar borga fyrir. Þannig að þannig erum við að horfa á vikumeðferð, eða 5 daga meðferð það segja 1 viku, ég veit ekki hvort það var 5 eða 7 dagar. Þar sem að við erum með einstaklingar sem að hafa verið með einkennin tiltölulega lengi og eru að meta árangur á þessari intensífu, þverfaglegu ég held að þetta hafi verið inpatient, þeir tóku fólkið inn í viku, gátu ekki eitthvað. Þessi mælistíkar er fyrst og fremst hvernig einstaklingunum upplifir sitt sjúkdómsástand og breytingar í því, annars vegar núna og svo breytinguna. Og þetta er vídeóupptaka sem er í rauninni svona af ákveðnum tauga, fólk fara að sitja, halda höndunum frammi, halda höndunum á lærinu, ganga standa og ganga fram og tilbaka og þær verða farða einkennin í vídeóupptöku. Þannig að
og þá reyndar ég bara að reyna að nota þetta, en athyglin náttúrulega að fólk veit að það verið að taka upp, það alltaf svolítið erfiðara. Þess vegna ég sé mjög oft þegar ég að reyna að nota þessi stöðlugu mælitæki og fólk veit að ég að mæla og svo löpum við út úr tímanum og það engin einkenni. Skiljið, einkennin af því athyglin inn á mig. En leið við löpum fram og þá einkennin farin. Viðtal hérna á YouTube við höfundan af þessu mjög áhugavert að hlusta á hann að lýsa hvernig verkefnið fór fram. Einhver með tíman á mér? Já, menn verða búin. Búin. Þá ætla ég að sýna ykkur hérna, yfirfærslan mesta áskorunin þannig yfir á daglegt líf, þannig að við viljum svolítið horfa til þess að vera ekki með fólkið of lengi inni, en samt þannig að við höfum náð því að fólk sé á sama stað og við, það að segja skilji einkennin og sé tilbúið að taka svolítið boltar með okkur það skiptir máli. En það alveg ljóst að þetta hérna raunverulegur vandi sem hefur áhrif á líf fólks og kippir því út úr daglegu lífi og hérna hlutverkum og slíkt. Það hægt að ná árangri, við vitum að hann ekki alveg, hann langt því frá að vera 100%, en það samt alltaf einhvern tímann fyrir nokkrum árum síðan þá horfði maður að rannsóknir það var svona 50% árangur, það var svona 50-50 að fólk næði og árangri. Og núna finnst mér við vera að nálgast meira svona 80%. Það að ganga betur með þetta fólk. Þekkingin að safnast upp og vera svona, en það ýmislegt alls konar leiðir til þess að fylgjast með hvað í gangi og fræðast þetta. Og mér langar að benda ykkur sérstaklega á 1. febrúar núna, 2019. Þá kom fyrsta, af því að það alltaf svolítið erfiðara með þessi starfum blog og kippi heimildamynd. Gerða John Stone og hann fekk einhverju sjúklinga með sér í lið, þar sem eru bæði viðtöl og sjúklinga og svona verið að lýsa þessum hugarheimi og gangi. Ég hvet ykkur til þess að ég get sendt, því ég er með tölvupóst bæði Sólveigar og Bjargar, ég sendi ykkur link á þessi viðtöl og svona, því þetta mjög hjálplegt að svona átta sig og skilja og svona. En mér finnst líka áhugavert, ég komst því miður ekki á þennan fund sem við vorum í Edinborg power of placebo. Vegna þess að við megum heldur ekki að placebo í rauninni meðferð. Það í rauninni ákveðið meðferðargildi í því. Og það þarf kannski að skoða aðeins í samvinnu náttúrulega með einstaklingur sem við erum að vinna með. Það sem ég búið að segja í nokkra áttíð, placebo sem ekki lyfleysa, á heita sýndarlyf. Já. Það ljóma. Ekki lyfleysa. Nei, já. Og ég hef gert verið að vera á þessum fundi þar sem var verið að ræða þetta sérstaklega. Og við erum líka að horfa til þess að við erum búin að fá sannlega gjöf með sýndarveruleika, okkur langar svolítið að prófa þá leið, en auðvitað vill maður ekki fara of langt inn í einhvern gervi heima því að erfiðleikarnir eru að koma fólki inn í raunveruleikann aftur. Þetta svona, maður þarf stundum aðeins að draga fólk úr sínu venjulega umhverfi til þess að, eins og þið þekkja bara, en kunstin að gera að fólk verði ekki of mikið háð okkur. En það sem við höfum líka verið að horfa á og skiptir miklu máli að geta verið, og ég geri það mjög mikið að fólk, sjúkraþjálfarar til dæmis bara hafa samband við mig og leita til mín kannski með einhver svona vandamál og ég get svona stutt koma með nýjar hugmyndir eða eitthvað slíkt inn í meðferðina. Þannig að ég alveg tilbúin til þess að ef það einhverjir sem að vinna og Guðrún Karlsson og við höfum verið að svona bara hjálpa fólki svona eins og við getum, að því við höfum verið að fá það marga til þess að styðja við bakið af meðferðaraðilum sem að hjálpa þessu fólki. Þannig að það þurfi kannski ekki endilega alltaf að koma til okkar, en svona reyna að gá hvort það sé hægt að styðja þetta fólk í þeirra umhverfi. Svo það bara alls konar eitthvað, en ég langar að benda ykkur á þessar bækur líka. Það eru 2, þetta í rauninni bara bók sem samsafn af rannsóknum sem hafa verið gerðar á þessu fólki og John Stone og þeir hafa dregið saman í rauninni. Þetta eru bara
vísindagreinar sem hafa verið birtar. Og þetta hins vegar þessi hugræna atferlis meðferð, þessi bók sem að sálfræðingar hafa aðeins verið að styðjast við einhverju leyti, einhver verkefni hérna í. Og greinar og einhver svona lykilgreinar þarna. Svo hafa þær í Skotlandi verið að setja upp svona step care, þar að segja sem að fyrsta greiningin síðan svona þannig að það sé ákveðið ferli hvaða leið þetta fólk fer, þannig að það fari ekki í þessa biðstöðu sem við vitum að er alltaf mjög vont og er í rauninni getur aukið svo á sjúkleikann í öllu þessu. Ef fólk upplifir sig verið í biðstöðu, þá gerist ekki neitt og ef eitthvað þá versnar það. Og svo bara síðasta alls konar. Snýst bara hugmyndaflugi svolítið hvað við vorum. Það snjóa líka í Reykjavík. Það er reyndar alltaf að taka upp hana, en hún kom til mín í eftirfylgdum í janúar og hana hafði alltaf langað að prófa gönguskíði, svo við bara gerum það. Þannig að þetta er svona, já, en auðvitað þarf tíma. Það þarf tíma þegar maður er að vinna og það kannski ég veit að það er mjög erfitt bæði ambulant sjúkraþjálfun og svona í greiningar en ég held hins vegar að það sé mjög dýrmætur tími ef að læknir og sjúkraþjálfari eða einhverju fagi félagsráðgjafi hvaða svona mál er verið að vinna í ef þeir fagalega geta hitt saman einstaklingin að þá er sá tími oft að eiga 40 mínútur svoleiðis tíma að það er bara mjög dýrmætt umfram það að vera að hitta fólk oft í einhverja tímur. En ef það er einhverjar svona spurningar. Þakka sér fyrir frábæra fyrirlestur. Það er nokkuð með móttöku, ég held að við höfum bara ekki tíma. Nei, ég er að horfa á klukku núna. Bara takk fyrir að bjóða mér að koma.